og það Elín Svava frá Geysir og hún ætlar að ræða svona um undirbúning og hönnun vefverslana með áherslu á vörumerki og upplifun. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Halló. Einar, Heyrist eitthvað í mér? Halló. Takk. Góðan dag. Ég heiti Elín Svava Thoroddsen og ég kem frá Geysi. Ég nýliði í Shopify heiminum, þannig að þið fáið einhvern allt annan fyrirlestur hérna. En ég ætla aðeins að fjalla líka okkar bara vegferð að opna vefverslun og þá aðalega vörumerki og upplifun og hvernig það styður sölu. Við erum að fara að opna geysi.com á næstu mánuðum og það sem ég finnst heillandi við vefverslun að hún getur orðið svið fyrir okkar vörumerki. Þegar hún rétt hönnuð þá finnur viðskiptavinurinn strax gæðin og hann sér það og finnur það því vefurinn byggir á trausti og einföldum ákvörðunum. Og það svona grunnurinn í vinnunni sem við höfum verið í síðastliðið ár. Og til að skilja hvernig við kannski nálgumst þetta, þá þarf ég að byrja á grunninum, en það bara hvað Geysir. Og Geysir sem sagt byrjaði sem íþróttaskóli, fyrsti íþróttaskóli á Íslandi, 1927 og hefur heldur betur þróast, en núna erum við með verslun og hótel. Við erum með veitingahús og golfvöll og byggingafyrirtæki. Mjög fjölbreytt og ólíkt. En þrátt fyrir að þetta séu ólík fyrirtæki, þá byggja þau á sama grunni sem sterkt vörumerki og skýr upplifun. Allt sem við gerum byggir á þeim grunni að byrja á sjálfsmyndin okkar. Hver erum við, fyrir hvern erum við og hvernig viljum við að fólki líði. Þetta á jafnt við hótelið, veitingastæðin okkar, golfvöllinn og svo vefverslunina. Sjálfsmyndin okkar byggir á trausti, að kúnninn treysti okkur frá fyrstu sekúndunni, styrkur að upplifun standi undir verðinu og endurkomu, að kúnninn vilji koma aftur til okkar. En svo alltaf spurningin, hvernig þýðum við þessa sjálfsmynd yfir í stafræna upplifun, þar sem fólk ákveður á sekúndubróti hvort það treystir okkur eða ekki. Geysi verslun ekki bara verslun sem selur fatnað. Við erum að selja íslenska arfleið, handverk og tímalausan fatnað. Við erum ekki hraðtíska, við erum vörumerki sem vísar í fortíðina, en við stöndum í nútímanum. Á hótelinu erum við ekki bara að selja herbyggi, við erum að selja ró og rými og tengingu við náttúruna, upplifun sem fólk man eftir. Á veitingastöðunum okkar þá erum við ekki bara að selja máltíð, við erum að selja stemmingu og gæði og samveru. Og það sama við golfvöllinn. Við erum að selja kyrrð, landslag og upplifun sem tengir fólk við náttúruna. Ólík fyrirtæki en sama reglan. Sterk upplifun styður verð, hún byggir upp traust og skapar langtímavirði. En núna kemur spurningin, hvernig þýðum við þetta yfir í vefverslunina? Af því að vefverslun ekki bara tækniverkefni, hún líka vörumerkisverkefni. Þess vegna byrjum við alltaf á grunnunum. Hvernig viljum við að fólki líði þegar mætir okkur, hvort sem það í verslunni eða hótelinu eða svo á vefnum. Því að upplifun þarf að vera svo sama, óháð miðlinum. Vörumerkin þurfa að tala saman og byggja á sama grunni. Skrefið hjá okkur, svona eitt af fyrsta skrefunum sem við tókum, var bara að skilja markhópinn og hvaða þarfir hann hefur. Hvernig verslar hann? Hann að versla í tölvu? Hann að versla í síma? Hvernig vill hann versla? Hvað hann að leita að? Hversu miklu máli skiptir hraðinn, afhending eða einföld kaup? Og þegar við skiljum þessi atriði getum við hannað vefverslun sem raunverulega þjónar okkar markhóp. Við tölum oft vörumerki eins og þau séu bara logo, en þau eru svo miklu meira en það. Vörumerki tónninn sem við notum,
hvernig við tölum við viðskiptavininn og það er rýmið. Hvort vörurnar fá pláss til að njóta sín. Og svo er náttúrulega hraðinn eins og er búið að ræða oft hérna í þessu hraða samfélagi sem við lifum í. En svo er það myndmálið og það er náttúrulega mikið búið að tala um gervigreindina en fyrir okkur skiptir mjög miklu máli að notast ekki við gervigreind í okkar ljósmyndun því að það tengist mjög mikið upplifun okkar viðskiptavina og passa meira við vörumerki okkar að gera allt frá grunni. Vörumerki ekki bara það sem við sýnum, heldur það sem viðskiptavinir upplifa. Við höfum verið í rúmt ár að undirbúa opnun á geysi.com. Einar er mögulega komið með alveg nóg af mér, en þetta er alveg að koma. Ég hugsa þetta endur nú að opna í vor, en áður en að fyrsti fundurum var haldinn, sem er komið ár síðan, þá eyddi ég bara ótrúlega miklum tími að finna hvað hendaði okkur, hvað er rétta kerfið og ef einhverjir í sömu sporum og ég var í, þá get ég sparað eitthvað vinnuna og þeir farið bara lóðbeint í Shopify. Ég er búin að spyrjast mikið fyrir og þeir farið bara beint til Einars af því að hann er bestur í þessu. Mitt hlutverk er þá aðalega bara að setja saman keðju, bara að finna besta fólki í hvert hlutverk. Því vefverslun er ekki bara einn aðili, það er samvinna margra aðila og við völdum Shopify bara út af mörgum atriðum en í stuttu máli hraðinn, bæði fyrir notandann og fyrir teymi sem vinnur með vefinn. Ég þarf að geta kunna líka á vefinn og það eru örugglega einhverjir í sömu sporum og ég. Svo er stöðuleiki, þetta er kerfi sem er bara prófað á milljónum vefverslana og heldur vel utan tæknina. Og svo vöxtur því að vonandi vex verslunin okkar og þá getur við vaxið með Shopify. Og Shopify er bara mest traustvekjandi. Að þá get ég einbeitt mér að því sem skiptir okkur máli og það er varan sem við erum að selja og upplifun viðskiptavinarins. Okkar vegferð byggir á grunni góðra hönnunar. Svo hönnun á bæði við vefverslunina og aðra listamenn sem aðstoða okkur við að koma gæðum varan á framfæri, til dæmis með ljósmyndun og framsetningu. Hönnuður Geysir, þar Helga Ólafsdóttir og María Ólafsdóttir, sameina skapandi sýn og sterka stefnumótandi hugsun. Og það er nákvæmlega það sem vefverslun þarf líka. Vefverslunin er sviðið fyrir vöruna. Hönnunin, sagan og myndmálið þarf að segja sama hlut. Á 1 sekúndu. Okkar vegferð byggir því á grunni þeirra góðra hönnuna sem við höfum. Því áður en við setjum eina einustu línu á vefinn, þá þurfum við að vera með vöru sem stendur undir okkar vörumerki. Og eins og áður ég sagði, þá erum við ekki að nota gervigreindina. Þetta er ekki list versus sala. Þetta er list sem er sala. Við hugsum ekki bara hvernig lítur þetta út, heldur líka hvað þetta standa fyrir. Og þegar hönnuður hugsa í formi línu, efnis og arfleiðar, þá þýðum við það yfir svo í stafræna upplifun. Texta, flæði, rými og ákvarðanir. Vörumerki. Vefverslun þarf að gera vörumerki skýrt, traust og kaupferli einfalt, þannig að varan fá að njóta sín sem hágæða vara. Og næsta sem fær fólk til að stoppa við er myndmálið. Og allar myndina sem við sjáum hérna tók hún Anna Maggi ljósmyndari og Hulda Halldóra var stílist og satt fyrir. Og ef einhverjar hefði þessa vegferð í að vera hanna eigin vöru og selja, þá er þetta ótrúlega mikilvæg hluti og gríðarlega tímafrekt líka. Við vorum að mynda eitt skipti í 24 tíma á hverja svæðinu til þess að hafa næði þar. Þannig að það er ekki oft sem sést hvað er mikið á baki einni ljósmynd og ég vona að gervigreindin taki ekki alveg yfir þar. En af hverju eru að leggja svo mikla áherslu á ljósmyndun? Jú, því að myndirnar er ekki bara fallegt efni, þær eru fyrstu sölurekin okkar. Þær byggja traust og réttláta verðið og fá fólk til þess að stoppa. Og ég ætla að sýna ykkur 2 dæmi þar sem varan er lítil og einföld en myndin er stór. Hér erum við í raun að selja trévill. Ef við leggjum hann á hvítan bakgrunn þá er þetta bara trévill. Kannski stendur ekki út úr. En við spyrjum hvernig viljum við sýna vöruna.
hvernig fáum við fólk til þess að stoppa. Og það þarf líka að vera venjuleg vörumynd, það er ég búin að læra, en það er gaman að hafa svona myndir líka. Í þessari mynd er trefillinn þá hluti af landslaginu, hluti af Geysi og hverasvæðinu og sögunni. Og já, jafnvel sokkar eiga skilið fallega framsetningu. Þetta er gott dæmi hvernig myndmál getur lyft einfaldri vöru. Við erum að selja sokka, en við erum líka að sýna stemmingu, stíl og vörumerkið. Viðskiptavinurinn sér ekki bara vöruna, hann sér heildar upplifun. Góð ljósmynd gerir vörur áhugaverðar og hjálpa vörunni. Sokkar breytast ekki, en hvernig við sýnum þá breytir hvernig þið seljast. Og það sem við erum nú að vinna með nokkuð fyrirtæki, þá stundum saminu þetta. Hérna er hóteli í forgrunni og varan á myndunum. Við erum að byggja samræmi milli vörumerkjan okkar, sem er náttúrulega efni, það er ró, það er rými, það er sama sagan í öllum snertingum. Og þetta talar allt sama tungumálið og þá verður vörumerkið sterkara. Rétt eins og góð ljósmyndun og góð hönnun, þá skiptir máli að vera með góða framleiðslu líka. Og við handveljum alla framleiðsluaðila. Við vinnum markviss líka með íslenskum fyrirtækjum sem deila svipum gildum og við. Gott dæmi framleiðsluna er til dæmis kertin okkar. Við fórum alla Evrópu að velja og hitta framleiðendur sem eru með sömu gildi. Mjög oft er þetta fjölskyldufyrirtæki svo okkar og til dæmis eru Geysiskertin. Við fórum til Grass í Frakklandi, borgin sem er höfuðborg ilmvatnsheimsins. Og tilgangurinn var að skapa ilm sem passar í heim Geysis, svo upplifun haldi áfram heima. Markmiðið var að gera stemmingu sem tengist vörumerkinu og við vorum meðal annars með jurtir frá okkar hverasvæði og frá svæðinu í kring til þess að nota í ilminn. Eins þá erum við með samstarf eins og með Soli Organics sem að passa mjög vel við og Geysis verslun verður í rauninni markastokk fyrir ýmsa íslenska hönnun. Á fyrstu sekúndunum þá ákveður kúnninn, treysti ég þessu, er þetta í mínum verðflokki, er þetta faglegt og þú hefur bara örfáar sekúndur til þess að selja. Og þetta er eitthvað sem ég er búin að hafa í huga frá byrjun. Samkvæmt rannsóknum þá eru 70,19% af körfum sem hefur verið sett í yfirgefnar eða 7 hverjum 10 sem sitja í körfu, þau klára ekki kaupin. Og þetta leiðir okkur aftur á undirbúningnum, hvað hann er mikilvægur. Ef vefurinn er veikari en varan þá brotnar upplifunin og ef myndmálið styður ekki verðið þá veikist líka vörumerkið. Þannig að hönnun vefverslunar er ekki bara uppsetning þótt að hún sé náttúrulega gríðarlega mikilvæg. Hún er líka samræmi milli vöru, myndmáls og stafrænnar upplifunar. Góð notenda upplifun er einföld og skýr, gerir fólki auðvelt að finna vörurnar og minnkar flækustigið. Þannig að ef viðskiptavinurinn fara að hugsa þetta of mikið, þá hættir hann líka bara við. Við erum að hanna ákvarðanir um að treysta, um að kaupa og koma aftur sem er alltaf gríðarlega mikilvægt. Og ef viðskiptavinurinn klárar körfuna, þá verður hann hluti af vörumerkinu og vefverslunin þín getur orðið alþjóðlegur gluggi af þínu vörumerki. Takk fyrir mig í dag.